Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið sæl og velkomin eftir að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og ætla að halda áfram að ræða við frambjóðendur til sveitarstjórnarkosninga og hér hef ég hjá mér þrjá frækna Pírata, Alexandra Briem, Unnar Þór Sæmundsson og Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns. Verið velkomin. Takk. Það sem að mig langar svona svolítið að gera með þessum svona örviðtölum er að fá að kynna svolítið frambjóðendum til sveitarstjórna og það er kannski svolítið naumur tími. Það verður nóg af svona debatum sem framlýður og það svona finnst mér kannski svolítið mikilvægt að mæta fólki bara svona frekar í svona vinalegra umhverfi þar sem að við fáum að vita aðeins meira svona fyrir hvað þið standi, hver í ósköpunum þið eruð og hvað þið sjáu fyrir ykkur að gera fyrir, í ykkar tilfelli borgina. Já, takk fyrir það. Já, Alexandra, þú kannski byrjar svona með mestu reynsluna að verið í borgarpólitíkinni í langan tíma. Já, segjum 8 ár cirka. Það er langur tíma pólitík. Já, ég var varafulltrúi þarna fyrstu 3 árin og svo datt ég beint inn í djúpulegin og var forseti borgarstjórnar og eitthvað síðasta árið og síðasta kjörtímabili. Þetta er mjög spennandi, sko. Ég er svona, hvað segir maður? Ég segi stundum að ég er ekki mesta nördið sem ég þekki, en ég er mesta nördið sem flest sem ég þekkja. Þannig að það er svona kannski í grunni hver ég er. En ég er, hvað sem ég hugsunarmanneskja, svona prinsip, ég er í pólitík fyrst og fremst af því að ég þoli ekki spillingu, ég byrja á því að ég hata svo kvótakerfið og svona einhverja svona landlæga, íslenska, kerfislæga spillingu. En það sem ég fókusum á í borgarpólitíkinni, fyrir utan náttúrulega bara þessi prinsip og mannréttindi og lýðræði og þetta, við höfum verið að leggja áherslu á að efla þjónustu við borgarbúa, svona að fara í ákveðna stafræna þjónustubreytingu sem að bæði veiti þjónustuna betur og svona nýtir peningana og mannauðinn betur svo við höfum þá líka meiri peninga til þess að í aðra hluti. Við höfum líka lagt áherslu á umhverfismálin, skaðaminnkun í velferðarmálum, þéttingu byggðar og uppbyggingu húsnæðis til þess að draga úr húsnæðiskostnaði og svo þetta bara góðar nútíma almenningssamgöngur með borgarlínu. Þetta er svona þessi stóru atriði. En ég sjálf náttúrulega bara, ég gera kannski ekki að stór atriði í minni pólitík, en ég er alveg stolt af því að vera fyrsta transkonan í borgarstjórn og til að vera forseti borgarstjórnar og varaborgarstjóri. Þannig að þó að það sé ekki kannski aðalpóllinn, þá finnst mér líka einhvern veginn gott að geta einhvern veginn sýnt í verki að transfólk er líka bara, hvað segir við, venjulegt fólk eða venjulegi pólitíkusar og við erum bara að gera alls konar hluti. Og það hrapar ekki himinn og jörð þó að við fáum að lifa lífinu og vera með. Sýnileikin skiptir líka máli fyrir krakkana og bara ungmenni að sjá það. Ég var sjálfbálið í Hinsegin félagsmiðstöðin líka í mörg ár, 3-4 ár og bara það á sínum tíma, að sjá hinsegin fólk sem er allstaðar, í pólitík, vinnur í búð, er að vinna sem múrari, eða að fá þessa speglun, að það er engin þetta öryggi sem er bara, ég er alveg hinsegin, ég er alveg transmanneskja, en fyrir það er ég bara á mínum forsendum, hvað sem ég er. Leigubílstjóri í Keflavík eða whatever, það er bara flott, geggja fyrir krakkana líka. Píratar eru, hvernig urðu Píratar að svona hinsegin flokki? Ég bara spyr beint út af því að það er mjög augljóst á öllu að það er mjög svona rík hinsegin menning í Píratum. Það fjallar auðvitað frelsi til að vera, það fjallar sjálfsákvörðunar rétt og fá rými til að vera til staðar eigin forsendum. Það er auðvitað kjarninn af píratisma að mörgu leyti. Það er bara einstaklingsfrelsi, en alltaf bara grundvöldli píratisma og hvað er meira einstaklingsfrelsi en það getur bara verið þú sjálfur og aðrir ekki að skipta sér af því hvað þú ert að gera, hver þú ert eða hvað þú elskar eða allt þetta djöfis kjaftaði sem fólk er að skipta sér af. Og svo held ég líka að þetta tengist í að þegar Píratar byrja á Íslandi þá er það svolítið samasafn fólks sem að kannski varðaði alltaf svolítið pólitík, ætlaði kannski eitthvað tíman í pólitík en ekki alveg strax og svo bara er hrunið og allt bara í ykkur í vitleysu og bara, eru bara allir í vitleysu, kannski þarf ég bara að fara inn í þetta og einhvern veginn taka þátt og þetta var svolítið svona flokkur fólk sem að hefur upplifað sig sem pínu outsidera í gegnum tíðina og af því að það var svolítið mikið þannig fólk sem að byrjaði að safnast fyrir, þá var þetta mjög fljótt að svona ákveðnu öruggu rými
með framsækna umbóta pólitík, mannréttindi, fjölmenningu í fyrirrúmi, alls konar fólk getur verið velkomið hjá Pírötum sem að kannski, jáfnvel þó það væri kannski velkomið annar staðar, skynjar kannski ekki jafn augljóslega utanfrá að það myndi vera velkomið, þannig að það svona það heyrir til. Myndir svolítið upp á sig, það getur mjög auðveldlega tilheyrt hjá okkur og ég held að með tímanum hafi þetta alveg svona svolítið undir upp á sig en við auðvitað viljum samt líka passa upp á það að þú þarft ekki að vera þessi típa til að vera í Pírötum heldur sko. Það er líka alveg nóg að bara mjög venjulegu miðaldra íslensku fólki í Pírötum líka en það er sumt að því er tvíkynhneigt, sumt að því er gagnkynhneigt en það er þetta frelsi sem Unnar talar og þetta er auðvitað líka þessi mannréttinda grundvöllur sem við byggjum á held ég. Líka það er svona kannski minni dómharka líka gagvart persónum sem slíkum innan Pírata heldur en annars staðar, bara svo ég tali fyrir sjálf á mig að ég með minn bakgrunn fann mig strax velkomin í Píratum, fann strax treyst og bara fekk rauninu bara að gera það sem ég vildi með stuðning flokksins þráttur að vera að koma úr frekar klikkum bakgrunn sko og en það hefur einhvern veginn aldrei verið eitthvað vandamálinn Pírata en ég get eiginlega lofa eitthvað því að ég hef ekki fengið sömu tækifæri en einstæðar annars staðar sko. Og en það hefur líka til mér oft verið spurður að ég núna undanfæri sko, akkur ætlar að bjóða fram fyrir Pírata ég er Pírati, ég hef alltaf verið Pírati og ég meina aðrir flokkar gáðu mér ekki séns á þeim tíma sem að mér langaði að fara að skipta mér að pólitík en Pírata var bara já, let's go þannig að það er líka það sem er svo fallt til Pírata sko, að er ekkert endilega of mikið að vasast eitthvað í fortíð fólk sko, ef að fólk er tilbúið að halda áfram að gera góða hluti sko. Þannig að þetta spilar allt inn í þetta frelsi og í rauninni bara að taka svona vel á móti fólki sko. Og svolítið í núinu bara. Svolítið og líka bara fólk á skilið önnur tækifæri og fólk sem hefur gert mistök en hefur gert upp þau mistök það álega skilið að fá að vera áfram hluti af lífinu. Algjörlega. Það er svona samfélagssáttmálinn eiginlega. Það er það, en við þurfum líka að gera hann. Það er ekki nóg að segja hann, við þurfum að sýna hann. Og auðvitað, ef eins og aðri flokkar tökum við þetta á því að uppkoma eitthvað bara svona virk ofbeldismál eða eitthvað í starfinu eða eitthvað svoleiðis, en við dæmum ekki fólk af einhverju fortíð eða þannig. Og við höfum alltaf passað að vera svolítið svona lág þröskuld. Ég nefni það svona þáttökuflokkur. Ég nefni það stundum að einhvern tíma voru við held ég fyrir síðustu borgarstjórnarkosningar í miðju kafi að skrifa borgarskipulagsstefnu og krakkar sem að komi bara að hitta unga Pírata til þess að taka eitthvað svona vísindaferðadæmi, það féll niður eða var mjög stutt og þau í staðinn fyrir að fara bara duttuðu bara strax inn á einhvern stefnumótunarfund með okkur og voru bara einhverjir krakkar úr framhaldsskóla eða eitthvað sem að ætluðu ekkert að fara en voru bara allir komin í það að skrifa borgarskipulagsstefnu með okkur. Já. Og það ég finnst þetta mjög skemmtilegt dæmi hvað það er svona lítill þröskuldur á þáttöku í starfinu hjá okkur. Já, svona þetta opna lýðræði sem að það ætla aldrei verið eitthvað skilyrði sko að taka þátt eins og í málefnavinnu og öðru stærri flokksins að vera félagi sko. Ég meina þú getur alltaf komið og tekið þátt í því sem flokkurinn gera annars að vera skráður í flokkinn sko. Auðvitað getur ekki kosið í prófkjörum annað en að vera skráður en þú getur tekið þátt í ótrúlega mörgu án þess að vera festa endalega veit flokk. Það eru svona, þegar við skoðum borgarmálin, það eru leikskólamálin, það eru húsnæðismálin, það eru samgöngunar, þetta er svona það sem er helst nefnt. Hvað ætlið þið að gera öðruvísi? Alessandra, þú ert auðvitað í borgarstjórninni. Hverju ætlið þið að breyta? Það er mikil óánægja, virðist vera svona meðal borgarbúa með húsnæðismálin. Ég held að svo ég tali fyrir sjálfa mig, þá er þetta bara mjög erfitt að vera til dæmis á leigumarkaði. Hvað sjáu þið fyrir ykkur að gera næsta kjörtímabil? Bara svona í fullkomni heimi, þið fengjuð bara öll spilin á hendi og fengið að ráða. Hvað myndið þið gera? Sko, eitt sem ég taka þarna bolta. Já, endilega. Fyrsta lagi, þá viljum við reyna að efla uppbyggingu húsnæðis. Það er í rauninni það eina sem að virkar. Ég veit alveg að fólk vill sjá, einhverjar svona aðgerðir á leiguverðið eitthvað málið borgarstjórn stýrir ekki svoleiðis hlutum. Það sem við getum gert er að reyna að efla framboðsliðina og við erum búin að vera að gera það með að skipuleggja lóðir en við viljum líka fara þær leiðir að passa uppbyggingin eigi sér stað.
það að gerast of mikið að stór félög fá uppbyggingarheimildirnar og sitji á þeim allt of lengi og dóli bara út húsnæðinu frekar hægt og rólega svo verðið lækki ekki af því að þeir vilja selja á hæsta verði. Það er líka þannig að bankarnir eru ekkit endilega að lána á neitt brjálæðislega góðum kjörum af því að þeir hafa líka hagsmuni af því að verðið sé á ákveðnum stað. Þannig að við þurfum svolítið að finna út úr því. Eitt af því sem við getum gert að reyna að passa að lítil og meðalstór uppbyggingarfyrirtæki fái að vera með í uppbyggingunni, setja þetta út í minni köflum eða í minni einingum svo að það sé ekki á of fáum höndum. Og eitt sem við höfum reynda verið sammála til dæmis bara Sönnu með í borgarstjórn að reyna að finna hvernig borgin geti komið að einhverju uppbyggingu sjálf eða í samstarfi betur við óhagnaðardrifin félög eða þannig til þess að við séum ekki endilega háð lánamarkaði eða hvað að gerast hjá þessum stóru uppbyggingafélögum. Auðvitað myndum aldrei vera að taka einhverja risastóra hlutdeild af uppbyggingunni en að við getum svona aðeins mjakað við boltanum með beinni þáttöku, það er eitthvað sem við viljum skoða og bara, eins og ég segi, mikil uppbygging, það er það sem þarf að gerast og bara nýta innviði vel. Það er einhver misskilningur að núti að þétting byggðar endi á að vera dýrari, það er ekki þannig. Það er aðeins dýrara kannski fyrir uppbyggingar aðilana að byggja á þéttingareitum en það skilar sér ekki út í verðið og þeir skila ekkert sparnaðinum til kaupenda þó svo að þeir fái ódýrt land í jaðrinum. Húsnæðisverð myndast samt á markaði og það verður bara meiri kostnaður fyrir íbúana gegnum bara þegar sveitarfélagið þarf að borga meira fyrir innviði og vegi og lagnir og skóla og eitthvað svoleiðis og svo er bara miklu meiri traffík af því að þetta er í dreifðum byggðum þurfa allir að keyra allt, það er ekki hægt að ganga í verslun og þjónustu og eitthvað svoleiðis og þá endar að því allir fara í bíla, það verður brjáluð traffík og engin bílastæði akkurat, engin og það er bara það er líka bara kostnaði fyrir heimilin að þurfa að halda úti 2-3 bílum sem að reyna að spara þannig að við viljum kröftuga húsnæðisuppbyggingu, þéttingu ekki of brjálæðislega þéttingu og við erum með borgarhönnuna stefnu núna sem gengur út af það að tryggja ákveðna ljósvist, að tryggja ákveðna hljóðvist, tryggja það að það sé ekki byggt allt of þétt, tryggja það að skalinn úti sé mannlegur, að það séu grænsvæði bara hvernig á að haga bílastæðum, hvernig á að haga gróðri. Já, bara gæði. Bara gæði í uppbyggingu. Ekki bara hraði. Af því að það er þetta klassiska vandamál. Bara í öllu sem þú gerir þá ertu með hraði, verð, gæði. Og þið segja að þú getur yfirleitt fengið 20 af þessu og þú passar þig en þá fórnar þriðja. Og við erum að passa það að þó að okkur liggja á að byggja hratt af því að það er skortur og þó okkur liggja á að halda verðinu ekki of háu þá megum við ekki missa gæðin alveg niður í ekki neitt. Það vill enginn búa í einhverjum risavöxnum, gráleitum blokkum með utanliggjandi stigagöngum og engum görðum eða eitthvað svoleiðis. Við verðum að passa það að það sé hægt að búa í þessu húsi sem við erum að byggja. Og eina leiðin til þess að tjónka eitthvað við húsnæðisverðið er að auka hraða uppbyggingar og leiðin til þess að þetta er eitthvað einstæðum á Íslandi, allstaðar í heiminum, þar sem að húsnæði þarf bæði að vera heimili og fjárfesting og fjárfesting þess sem að fjárfestir þarf að halda í við markaðsverð og þarf að skila ágóða og þarf að hækka í verði og eitthvað. Þetta gengur rosalega illa upp saman. Þess að þurfum við að reyna að hafa áhrif á uppbygginguna óháð því hvað lánamarkaðir eða stóru markaðsaðilarnir, hvað þeim finnst að það sé réttur hraði. Danin í mér er brjálaður alla daga, sko. Ég ólst upp í Danmörku. Brjálaður alla daga, alltaf eitthvað. En það sem þú ert að tala um er líka bara öryggi. Þú veist, það sem fyrir mér sem kjarnar þessar kosningar núna til sveitarstjórnar er öryggi. Hvort sem að það er á einn eða annan hátt. Ég flutti 9 sinnum fyrstu 3,5 árið sem ég bjó á Íslandi. Ég er núna með leigusamning sem er svona með 6 mánaða uppsögn. Það er bara mesta öryggi sem ég hef fengið, þú veist. Það er svakalegt. Sem hinsegin manneskja þar ég upplifa mig öryggt þegar ég fer í strætó eða þegar ég er út á götu. Ef þú veist, nú bjó ég 30 ára erlendis en það er fólk sem ég fættist ekki Brjáltan en Landspítalanum en ég fættist í Neðrubrautinni, nei reyndar ekki en þetta með fólk sem kemur til okkar sem flytur til Íslands og er á öðrum tungumál og menningarheimum. Þú veist, fyrir mér, við viljum kjarna menningun okkar í vellíðan og öryggi og við viljum gera það meðal annars við einfalda kerfin okkar. Okkur hefur einhvern veginn tekist að flækja hlutina held ég aðeins meira en gott er fyrir okkur öll. Ég held að sýnist líka
á því ósætti sem Reykvíkingar að tjá. Þau ekki upplifa að það vera að hlusta, þau ekki upplifa að þegar það hlusta að það gert eitthvað og þau ekki upplifa þessi endurgjöf á sér stað. Og þá það okkur borgarfulltrúum eða okkur sem að sækjast í þessi sæti að fullklára þennan hring, að við hlustum, að við tökum inn og mikið af því sem Píratar auðvitað hafa gert og hafa verið kveikin af innan við, það svolítið öðruvísi nefnilega með landspolítíkina og og í borginni, við höfum auðvitað verið í meiri hluta, svolítið mörgum núna, en við höfum verið í meiri hluta yfir svo langan tíma okkur hefur tekist að semja hluti sem skipta okkur miklu málu, að fylgja þeim til dyrs. Og einn af þeim hlutum sem mig langar og sem ég líka fór í prófkjörsframboð fyrir að við betrumbætum þetta beina lýðræði sem kjarni flokksins. Að við náum almennilega út hvort að útfærslan verður, við fengum heimsókn frá Montreal, frá Píratum þar og voru þau að tala hverfi stjórnir. Að þú veist, það eru svo margar, við vorum með hverfi mitt, við vorum að íbúa, þú veist, það eru margar leiðir en við höfum einhvern veginn ekki náð að lenda á hátt þar sem fólk í alvörun að upplifa að það hefur ákvörðunarrétt eða að það hefur áhrif á nærumhverfi sitt. Ákvörðunir tekna svo langt frá. Ræða ég með íbúalýðræðið og hverfis svona ráð eða annars slíkt. Því að það liggur fyrir að þarfir Vesturbæinga eru aðrar heldur en þarfir Grafarvogsbúa og Breiðhyltinga og þeirra sem að búa í Árbænum. Þetta alltaf ólík hverfi. Og Kjalarnesið Og Kjalarnesið auðvitað. Ég talaði það, ég keyrði pínu á þessu í prófkjörsbaráttunum minni að þú fyrir að tala það ekki alveg, það meikar ekki alveg sens að við auðvitað kjósum á 4 ára fresti, þannig að við getum ekki verið með allt og hvernig einustu litlu tillögur í íbúakosningum, en það að 113 kjósa 4 hvert ár skipulagið sitt þar samhliða því að vera í rauninni að kjósa Vesturbæinn, þannig að því að fólk í Grárholti, okkur alveg saman hvernig skipulagið í Vesturbæinn. Eftir í alvörinni, ég meina, eins Vesturbæinn, þeir eru ekkert að skipta sér hvernig skipulagið hjá okkur, þannig að af hverju þá ekki hverfunum gefið bara miklu meira sjálfstæði yfir til með skipulagsmálum. Innan auðvitað ákveðins ramma, við erum með þessa borgarskipulagsstefnu og rammin alltaf einhver, en nærumhverju líka, þetta gerir líka bara fólk miklu sáttari. Fólki líður miklu betur. Þetta líka bara upplýsingagjöfin. Við þurfum að bæta upplýsingagjöfina á tímum þar sem ekkert nema upplýsingaóreiða og það rosalega erfitt held ég líka bara fyrir kynslóðina sem að fara að kjósa núna í fyrsta sinn. Þau voru unglingar í COVID, þau koma út í umhverfi þar sem upplýsingaóreið, þú veist bara falsfréttir og ýmislegt, það var rosalega erfitt við að geta greint hvað rétt eða hvað ekki rétt. Núna þau að fara að kjósa, þau að heyra alls konar, hvernig þau, þú veist, það ekki, þú veist, mín kynslóð, hvað ég 47, hefur nú vælt nægilega mikið yfir hvað var erfitt að vera lyklabarn og hitt og þetta. Ég ekki að segja að það var auðvelt, en ég bara að segja að þessi kynslóð sem núna að kjósa í fyrsta sinn, vá hvað við þurfum að vera betri fyrir þau, svo þau fái verulegt grund, þetta fulltrúalýðræðis grundvöllurinn að geta fara inn og kosi. Og hvað vill ungt fólk í Reykjavík? Ég er 47, ég bara... Ég ætla aðeins að skjóta með það sem þau voru að segja, ef ég má, því að ég er mjög sammála þessu. Eitt af því best heppnaða hjá okkur á síðustu 2 kjörtímabilum hefur verið, hvernig hverfaskipulagið hefur verið unnið með íbúum. Og það hefur yfirleitt tekist bara mjög vel upp og þar hefur fólk raunverulega fengið að hafa mjög mikil áhrif á hvernig hverfin að byggjast upp. Og ég held að við þurfum að passa bara að halda þeim bolta velgangandi og jafnvel þegar við erum komin aðeins lengra áfram þá getur verið tími á að fara í annan snúning á hverfunum sem það var byrjað á. Bara til þess að þau getur fengið aftur að segja bara ok, hvernig gekk þetta og hvað vil ég gera næst. Bara best að það líka. Það bara, hvað þetta að gera betur? Kannski erfitt líka við þetta að þegar við erum að byggja upp hverfi sem eru tiltölulega ný eins og Hallarnir eða Keldur eða Kjaldaland
að þá eru engir núverandi íbúar til að tala við að það vil ekki endilega að hverfið sem að verður búið í sé ákveðið af fólkinu sem býr í hverfinu í rauninni við hliðina. Ég nú ekki alveg saman því að Hallir og Ólafsdalurinn sé eitthvað hægt að skipta sig eitthvað í sundur, sko. Þannig að mér 113 og Hallir sama hverfið, mér sama hvað ég kalli hérna reit, sko. En við erum sama hverfið. En það er líka skjótir einu með gráin. Og bara með fleira að þau stundum hefur verið að koma upp þetta upplýsingaóreiðu dæmi sem Okta var að tala og ég til dæmis sá tvisvar sem gerast á síðustu 2-3 áranum að það kemur upp svona í einhverjum hópum það bara verið að klára þetta skipulag og það bara gerast bara eftir 2-3 daga og ef þið mæti ekki til að mótmæla þá verður bara eitthvað hræðilegt gert og það þýttir bara langan tíma að vinda á henni bara nenni, við erum að kynna bara upp, bara algjöra drög að bara skipulags bara ramma einhverjum sem ekki einu komið á fyrstu, þetta er svona algjört upphafsinnlegg í samtal. En það er trausti sem við þurfum að fá, við þurfum að vinna, allir sem sækjast í þessi 23 sæti þurfum að vinna sérstaklega hart að því að beita, það að traust til stjórnmálafólks á Íslandi allstaðar eins lágt að það er ekki bara áhyggjuefni, það er bara hættulegt. Það það í alvörunni, ekki bara fyrir lýðræði heldur fyrir okkur öll. Ef við náum ekki að geta treyst á fulltrúan okkar, hvað þá hvatinn til þáttöku í þessu lýðræði, í þessum lýðræðislegu ferlum? Þetta þarf. Og hlustun þetta einn hluti af því, en það líka að við áttum okkur á að við hefum rosalega stórt hlutverk í að tryggja að upplýsingar eru að gagnrýn hugsun til staða upplýsingar eru réttar, það koma fram, þar eru á forsendu þeirra og fylgja eftir svo að fólk viti hvar það næri upplýsingarna, hvað upplýsingar það eru, hvaðan koma þeir og hvernig þau þá geta tekið þátt. Þessi hvati til þáttöku kemur þetta sérstaklega þegar við vinnum að því að fá traustið aftur eða fá traustið yfir höfuð. Það erfitt eða svona áskoran, heldur það heitir í pólitík, það ekki? Það er áskoran. En svakalega mikilvægt, sko. Það er vandræðalega langt síðan ég var ung manneskja. Þú varst að spyrja það. Viltu taka? Já, með unga fólki. Einmitt að því að nú á ég eitt svona fyrsta kjósanda heima og sko og mér gengur illa að ná utan það hvað hún þarf svona í sínu nærumhverfi. Ég meina, kannski nota bílinn minna og það séu kannski svona aðgengilegri sjoppur, ekki það við búum í miðbænum og það er svona sprett upp sem gorkúlur bara núna á síðustu árum sem vel. Ungt fólk segir við mig, mér vantar stað til að vera. Og ég bara, okkur erum við ekki að gera, þetta eitthvað sem mikilvægt, stað til þess að vera. Ungt fólk líka sagt við mig að það upplýsi óöruggt af mjög mismunandi ástæðum samt. Það getur, þegar það var mikið haft samband við mig í sambandi við muniði vaktturnana. Já, varðturnana. Varðturnana. Þið vitum sem var myndavéla skrifslinn hennar. Já, það var eiginlega bara svolítið farið fram hjá okkur með að setja það upp. Það var framlega ríkalegt, en sögðu. Nei, já, en allavega þegar það kom upp þá var það verður allt í unni táknað í það eitthvað að gerast og þá, var það einhvern veginn birtingamynd að þau upplýðu sig ekki örugt. Eða að, hvernig við erum að hanna borg, hvernig við erum að hanna kerfin, það á að vera fyrir vellíðan, fyrir öryggi og fyrir allt fólk. Sama hvaðan, hvaða aldur og svo framvegis, hvaðan við þurfum að búa til þessi rými fyrir borgara. Út af því skemmtileg borg gaman að vera í og það gaman að taka þátt í að móta hana og við þurfum að gefa ungu fólki til dæmis við erum með menningarstefnu allt sem ég hef gert, bara alla mína ævi fjallar um menningu, hvort að það er menningin hvernig við gerum hlutina saman menning og listir, því að fremja list hér og þar eða gjörninga eða eitthvað menning svo stór hluti af þessu, þú talar sáttmála, það líka menning að við erum óhrætt við að taka þátt gerum við þegar við erum örugg og ungmenni þurfa þetta rými, við erum með menningarstefnu sem ekki fjármögnuð, við þurfum að gera það. Í henni kemur sérstaklega fram að ungmenni þurfa rými til þess að geta æft sig, til þess að geta tekið þátt á
og hvað sem, þú veist, spilaði ekki hangið. Þetta snýst í rauninni þú veist, við höfum sjoppunar og þú veist, ég muni að hrækja fyrir út á sjoppuna var bara eitthvað svona sem maður gerði. Fyrir unglinga, þá þurfum við klárlega að efla bæði frístund og félagsmiðstöðastarfi. Við erum með rosalega öflugt fólk og öflugt starf í félagsmiðstöðum og frístund og því starfi. Já, það er svona menntaskóla krakkarnir, það er þessi 16 til 20 krakkar sem eru bara svolítið í lausu lofti. Og þurfum að ná betri samtali við ríkið og við hefum jafnvel talað ekki það, við myndum þurfa að hafa brjálæðislega góða festu fyrir því að það fjármagn almennilega, en ég til að það væri alveg skoðandi að fá framhaldsskóluna yfir til sveitarfélagana, því að þessi skil þarna á milli og að þetta fjármagn að þessum, þetta tala ekki saman, það er ekki gott, en við myndum þurfa, þetta er ekki eitthvað kosningalofur, þetta er bara eitthvað sem maður hefur hugsað. Það er líka bara það, ég held að unga fólkið, við erum að tala yfir 20, þau eru, þetta er ný kynslóðin, þau eru samt í grunninn ekki það ólík okkur hinum að því leyti að þau vilja geta keypt íbúðir, þau vilja fá leikskólapláss fyrir börnin sín, þau vilja að það sé öflugt háskóla og nýsköpunarsamfélag sem gerir það verkum að það séu störf hérna sem eru sambærileg og samkeppnishæf það sem við gætum fengið í útlöndum. Þannig að þetta eru bara hlutir sem við þurfum að byggja upp og við höfum verið að byggja upp, en við myndum vilja gera enn meira með nýsköpun og svona samsköpunarklasa. Gróska hefur gangað mjög vel, það væri mjög gaman að gera meira svoleiðis og meira eins og inn í listir. Oktaði kannski meira inn í því en ég, en það er opbáðslega gaman að geta farið meira inn í svoleiðis. Svona opin rými, bara svona sköpunarrými, það er nú eitthvað sem við höfum rætt svolítið hérna við þetta borð, bara ég við listafólk, tónlistafólk og myndlistafólk og alls konar fólk. Við þurfum líka bara whitebox, við þurfum stað, ég meina það eru fleiri staði núna, við erum með ótrúlega öfluga menningarstefnu á landsvísu, við erum með öfluga menningarstefnu í Reykjavík, en við erum einhvern veginn ekki að setja, við erum ekki að setja neitt bak við það, við verðum að gera það. Öll rýmin sem eru mikilvæg í bænum eru að lokast og varðandi hangsheimildina, eða hvernig maður getur orðað, þetta þarf ekki að vera flókið. Þú veist, fyrir sviðslisti það þarf stað til að æfa sig. Hvort sem að þú ert í aerials eða burlesk eða þú ert að gera musical eða hvað sem þá þarftu æfingarými og við þurfum fleiri þannig rými og eitthvað sem ég líka tekið mikið inn frá menningarstjórnarnámi hvernig við hönnun rými fyrir fjölbreytta notkun. Það þarf ekki að vera svo flókið. Við þurfum bara að finna staðinn, við þurfum að veita aðgang og við þurfum að treysta fólki fyrir því. Og þar ég líka með ungmenni að bara við erum með rými, við gerum bara einhvers konar samkomulag á blaði og við leyfum ungu fólki að haga þessu. Hvað viljið þið gera? Bara í fyrsta lega, það er bara fjármagna menningarstofu Reykjavíkurborgar. Já. Bara fjármagnuna, hún er ekki fjármagnuð. Nei, það eru full fjármagna. Og eins og í grunninn líka snýst þetta bara allt frelsi fyrir þessa krakka til að finna sig og vera þau sjálf og einmitt eins og tala þetta rými og við sjáum líka bara ótrúlega vel eins og í tillögun sem krakkan kom með inn í borgina það er það að tala sjálfsvarnarnámskeið í grunnskólum, þau eru ekkert að segja það af neitt létt og þetta var ekki tillagan sem varð ofan á að því að þeim fannst það ekki mikilvæg og af hverju það, því að þau telja sig, þau eru ekki örugg og það er mjög mikilvægt fyrir okkur sem stjórnmálfólk að bregðast við því, hvort sem að við göngumst við í og förum í að veita einhverju sjálfsvarnarnámskeið í grunnskólum sem er bara eitthvað svona debatt sem á örugglega eftir að eiga sem meira stað en og er augljóslega ekki allir sammála það en ég held að geta ekki líka gert miklu meira að átta okkur að hvaðan kemur þessu ótti af hverju af hverju svona sett og svo eru þau að biðja að þeim finnst skorta atvinnutækifæri fyrir unga krakka og ég meina þetta allt tillögur sem eiga líka heima alveg upp í 20 og upp í framhaldsskólana þetta koma frá krökkum í 10. bekk og þannig að mér stóð mikilvægt að við hlustum á krakkana sérstaklega þessar, hvað var þetta, 10 tillögur eða eitthvað 11 sem eru ótrúlega flottar, þær eru rökstuddar, þær eru með greinagerðum, þau vissu nákvæmlega hvað var að gera þessi krakkar Þau eru mjög klart fundinni með ungmennaráðinu eru hvað þetta skemmtilegt sem að gera Og líka fara í alls konar skemmtilegt sem bara hækkum frístundastyrk og ástæðan fyrir því náttúrulega er þetta íslenska forvarnamódel sem hefur reynst okkur svo ótrúlega vel og við erum samt nú erum við einhvern veginn að missa tökin á því Þegar COVID líka bara verður til þess að það er mikil einangrun og krakkar, það er ekki mikið íþróttum þannig við sjáum alveg hverjar afleiðingarnar eru þegar við missum
missum boltan á forvarnarmódulinu okkar sem frábært á Það heimsvísu. fyrir Þú veist, þannig að við missum boltan í COVID og við erum að sjá afleiðingarna núna. Það nefnilega, sko, það var ekki beinlínis, sko, boltinn datt meðalans í gegnum COVID, ekki bara út af því að, þú veist, þá kom bara tímabil þar sem það var ekki hægt að vera með hennar virkni, en þú veist, þegar því við vorum komin á býsna góðan stað með þetta fyrir COVID, en svo bara eftir COVID, þá bara eru bara komin kynslóð og krökkur sem hafa enga reynslu að vera í þessu, foreldrarnir sem voru með í samtalinu og í samræðinu eru komnir eitthvað annað því að krakkarnir þeir eru orðnir eldri og það kom ekki inn, það var ekki nýliðun í þessu foreldrasamstarfi. Það er bara búið að vera, það verður komið með núna mjög góða sérfræðing í því að reyna að byggja þetta upp aftur, en þetta er bara búið að vera mjög erfitt og það er bara heil kynslóð og krökkum sem að hafa ekki alist upp við að þetta væri eitthvað sem að væri hluti af lífinu. Þannig að við þurfum svolítið að ná einhvern veginn tökum á þessu aftur og þetta er virkilega erfitt en líka alveg brjálæðislega nauðsynlegt af því að þetta þessi eftir skóla, klúbba, frístundavirkni þetta besta sem við höfum verið að gera. 100% sko, krakkarnir mínir nota íþróttina mikið og félagsmiðstöðina mikið og þetta bara þetta frábært kerfi sem við erum búin að setja upp sko, og við þurfum í rauninni bara að næra það miklu betur sko. Við þurfum bara að næra það eins og við getum og hafa það fjölbreytt út af krakkar eru nefnilega líka fjölbreyttir og vilja mismunandi hluti og sækist í mismunandi þú veist, hvort það sem að það eru íþróttir, rafíþróttir, hvort það sköpun, hvort það list, þú veist, hljóðfæri, hvað sem það að þú hefur tækifæri til að finna þig á meðan þú ert að móta þig. Þetta líka, en líka kannski svona eitt í þessu, það að þessi rými, þau verði alveg örugglega aðgengileg öllum börnum af því að nú að því að við erum sístækjandi borg hér eru alls konar fólk frá alls konar löndum sem stoppa stutt og sem ætlar bara að setjast hér að og annars slíkt og það einhvern veginn það talaði að það sé einhver gríðalegur vandi, ég nú kannski ekki alveg 100% sammála því að það sé vandamála hér sé fullbreytt flóra mannlífs En það talaði að þetta sé vandinn, hann svona kjarnist inn í skólunum. Það sé erfitt að ná utanum tvítingi barna og þar fram til göttunum. Hvað sjáu þið fyrir ykkur að gera í þessu mál? Sko við höfum í mannréttindaráði líka haft sambærilegar reynslur sem hafa komið inn og á einhverju leyti líka í velferðarráði. Ég held að það sem hefur verið mikilvægt það sem ég teki eftir og kannski lítil ástæði fyrir þessi danými sem brjálaður alla daga svona pínu það að ég ólst upp á 10. áratugnum í Danmörku sem var besti tíminn, maður getur orðað þannig en ég var útlendingurinn og var með hinum útlendingunum og ég sá hvað mistókst og hvað ekki mistókst í þeim málum, hvað gekk vel og í kjölfarið fyrir Danmörku þetta bara í allt aðra leið og ég held að það sem ég hef séð hér að menningin sem liggur til grunns menningin sem þá kemur út og það var enginn sem kom í heimsókn í næstu 1100 ár svo við vorum bara að spjalla við hvort annað á skepnurnar okkar sem alveg fínt og lesa fyrir skepnurnar okkar sem líka geggjað en það sem gerist að það kemur, þú veist, við náum ekki inngilding fjallar ekki fólki sem kemur. Inngilding fjallar hvernig við tökum á móti fólkinu sem kemur. Svo mörg af þeim það eru nokkuð verkefni sem hafa verið sem sagt í þessari tengingu milli foreldra hópa og það þarf að spýta í lófana þar. Við þurfum meira þar og eitt sem ég langar að segja sem fyrrum breiðhyltingur það að mér finnst oft verið vísa í Breiðholtið sem þú veist, vandræðalingin það bara ekki alveg heil saga þar sko út af Vesturbærinn vissulega líka með áskoranir Svo ekki bara Breiðholt að standa sér rosa vel að opasla mörgu leiti Já, Breiðholt best en það kannski langt besti maturinn þar Já, bara allt betra Það æðislega skyndibita í Breiðholti En já, varandi þú veist þetta með foreldra, þú veist að tengja foreldrana út af það þessi fælni hjá Íslendingum einhvern veginn hvað ef ég ger eitthvað segja eitthvað eða þú veist við höfum kannski ekki eins opinn hug gagnvart fólki og það eitthvað sem við þurfum að æfa okkur í og að styrkja sambandi milli foreldra í foreldraráðum annað það sterkur leikur en svo eru líka sérstök úrræði og við erum með stuðningsaðila sem koma inn því stundum þá eru krakkar sem þurfa bara stuðning heima
eða stuðning og við enda með að vera vandi fyrir fleira út af þeim líður illa. Það ekki verið að mæta þeim á þeim þörfum sem þau hafa, sko. Í staðinu vera að íta þessu krökkum frá sem vandra eða setja þá í einhvern kassa eða eitthvað. Við þurfum mannúðina okkar aftur. Við þurfum að geta að tala saman og hlusta á hvort annað í staðan fyrir að fara í skotgrafir eða halda einhver annar geri það. Það enginn sem ber ábyrgð nema við. Það snúist líka pínu að við höfum alltaf verið að jaðarsetta krakka í grunnskólum, sko. Þetta hefur bara ekki verið afleiðingar hafi ekki verið áberandi af því það hafi verið, þetta eru svona vandamál sem snúa svona einhvern veginn að öðru en núna erum við einhvern veginn farin að geta kennt tungumálauruleikum einhverju svoleiðis, við erum alltaf að gera það sama, við erum að jaðarsetja krakka og það vera afleiðingar. Besta sem við getum gert að fjárfesta í bara góðum aðbúnaði fyrir krakkana, taka vel á móti þeim, við efla frístund, efla bara tómstundastarf. Við erum núna búin að vera með sko góð íslensku ver og móttökudeildir fyrir krakkar sem koma erlendis frá. Það mjög mikilvægt að, sumir eru með brotna skólagöngu eða eitthvað tráma á bakinu sem við þurfum að hjálpa þeim með. En lykillinn að jaðarsetja því ekki og vera ekki að hafa, kannski þurfa þau eitthvað smá sér íslenskukennslu eða svona einhverja aðlögun en þau ekki að hanga of lengi í því. Þau eiga að fá að vera í bekkjum í sínu hverfi og fá að vera hluta af samfélaginu. Og mér finnst það mjög mikilvægt að það sé ofboðslega skýrt að Píratar eru fjölmenningarflokkur. Við viljum taka vel á móti fólki, ekki eitthvað 100% open border, það eru ákveðin takmörk bara hvað geta margir komið inn í einu. Í prinsipp finnst mér að fólk eigi að hafa fullkomið ferðarfrelsi. Ég bara á við að innviðir við þurfum ákveðin hraða hverjum tíma, en við viljum taka vel á móti fólki. Við viljum hafa fjölmenningarsamfélag. Við erum held ég einn af tveimur eða eitthvað flokkum sem að bökkuðu ekki frá fjölmenningarstefnu í síðustu þingkosningum og við ætlum ekkert að bakka frá því í bráð. Og okkur oft kenndum bara, þetta okkur bara, já þið ætli bara að fylla hér landið einhverjum útlendingum, við eigum ekki nægilega mörg hús fyrir allt þetta fólk. Bara við erum ekki fara að hleypa fólki inn með dvalarleyfi sem getur ekki, ef við eigum ekki húsnæði undir það, eða kerfið okkar hrínur við það. Svo er náttúrulega líka kenningar, sko, þú veist, ef að samfélagi stækkar, þá stækkar það bara. Þú veist, það er bara fólki sem það er bara svolítið það sem gerist, sko. Píratar einur sér ekki fyrir að flytja 1 milljón manns á morgun, sko. Nei, mikið væri ekki að máttur þá. En við líka fólk sem er flytninga, það er bara hluta samfélaginu, það vinnur vinnu, það vinnur vörur, það tekur þátt í að borgar í samfélagssjóði. En ég vil líka fólk sem er að koma inn og það er ótrúlega, það þarf að bíða ótrúlega lengi þangað til að má vinna. Það er ýmsar vörður á leiðinu fyrir svona, já komið, við ætlum að hjálpa ykkur, komið bara, Ísland er gott, svo bara eitthvað, herru, býðið þið bara hér, við ætlum aðeins að fara í smá bjúrokrasi hérna og vera einhver skjöf. Það er dæmi hvernig hvernig hægt að leysa þetta og við sem að kannski tölum fyrir opnari landamærum, eins og ég sjálf, þá við höfum kannski svona bent svolítið á það og höfum verið að benda á það í gegnum tíðina að eðlilegast væri þetta bara fólk fengi bara einmitt eins og QR-kóða við komuna og þar væri bara eitthvað móttökustöð, myndi bara læknispróf, við upplýsingar hvert þú eigir að leita, hér er húsaskjól, hérna, þú veist, hér eru skólar fyrir krakka og hérna er túlkur og hitt og þetta, gjör svo vel, hér er kennitala, farið inn í samfélagi og sættu vinnu. Þegar að þetta var gerst núna fyrir hérna ákveðin hóp flóttafólks, þá hefur það gengið bara óbúslega snurðlust fyrir sig. Það er bara lítil vandamál með þann hóp, allavega sem við svona sjáum og heyrum af. Fólk einhvern veginn dettur bara beint inn í samfélagið og inn í þjónustu og það er ekkert vesen. Þannig að það er þessi jaðarsetning. Svo var bara búin til viljandi krísa með því að afnema þennan sérstaka stuðning fyrir bara stóran hóp í einu frá Venezuela. Þá allt í einu eru 100 manns sem voru með atvinnuleyfi og voru bara í fínum málum. Allt í einu mega þau ekki lengur vinna, allt í einu þau öll komin ríkisstuðning, allt í einu þarf að taka öll þeirra mál fyrir einstaklingsgrundvelli og þá verður til einhver 19 milljarða kostnaður. Það er ekki vegna þess að þau voru eitthvað vandamál, það vegna þess að þessi stuðningur verður afnuminn bara með pennastriki án þess að ástandið í Venezuela væri orðið það gott að þau upplýðu þess að þau getur farið heim. Við erum komin langt út fyrir borgarmáli, en hérna bara svona til þess að summa þetta upp svona lokum ef að þið mættu lýsa svona ykkar framböði í einu orði, bara einu orði, þá bara einu orði? Já, fyrir hvað standa Píratar í borginni? Eitt orð. Framtíðina? Bestun, já. Róttækni. Já, lýðræði. Já. Ég er mjög róttækur.
menningu. Ég ætla að leggja niður barnavernakerfið. Skemmtilegt, við erum skemmtileg. Ég held í alvörunni að við séum skemmtilegasti flokkurinn. Já, það er svolítið svona tilfinningin sem ég fæ allavega hérna við að tala við ykkur. Það er allavega, það er líf og fjör. Þið búið líf og fjör í borginni, þið búið svona svolítið samfélagið aftur í hendur samfélagsins og hérna svona, já, bara aðeins meira stuð. Það má líka vera gaman. Það má vera gaman. Það má nefnilega vera gaman. Það nennir ekki að vera endurist einhverju pólitík. Þú sér bara þessa fúlu leðilegu kalla sem er búin að vera 100 ári pólitík. Þeir eru bara, þeir hata lífið sitt. Ég bauð bara í bjúgu búið í gær. Ég hugsaði bara ef að fólk er svona, ég elska bjúgu, búið til bjúgna, bjúlasanje, bjúgu, alls konar. Ég bara, ef að fólk er svo hrætt við að missa aðganga bjúgnaréttundu sínum, ég skal bara vera með bjúgnabóð, sko. Ég er ekki bara svolítið trótað samtala, fara eitthvað að tala að við ætlum að tala fyrir unnum kjötvörum í grunnskólum. Já, ég meina, þú veist. Af hverju viljum við? Má ekki elda heima eða bjóða bjúgu eða? Hvernig komist við á þann stað að ákveðin hópu fólks er að tala gegn hollum mat í skólum? Og líka ekki svo við séum að banna fólki að koma með unnar kjötvörur í nestið eitthvað svo, bara þú veist, hvað ætlum við að vera að bera á borð fyrir börn? Ég hef engan áhuga á því að börnin mín fá endalausar pilsur og hvað kjafta í skólanum, sko. Nei, ég held að það sé flesti sammála þessu. Þetta var undarlegt útspil hérna í Einars í gær, svona upphlaup yfir engu, að mér fannst þetta var svona... Í gær, er ekki alltaf einhverjum svoleiðis? Já, það var svona smá eins og væri eitthvað að glitsa þarna á netinu á tímabili. En ég þakka ykkur kærlega fyrir Píratar Reykjavík að koma hérna og ræða við mig allt milli himins og jarðar, borgina og heiminn bara. Það var mjög gaman að fá okkur. Bara gaman að vera búin, takk fyrir kærlega. Takk. Og tók ég við það meira hér handa við auglýsingar. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.